Jæja, góða kvöldið og velkomin á annað streymi vegna endurskoðunar menningarstefnu Vesturlands. Ég heiti Sigursteinn Sigurðsson og ég starfa sem menningarfulltrúi hjá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi. Og með mér er Sólveig Ólafsdóttir en hún er starfsmaður menningarstefnunar og einmitt fagráðsins líka. En hér í kvöld verður annað pallborða 5 þar sem að stefnan er endurskoðuð. Og til upprifjunar þá minni ég á það að það var sett sérstakt fagráð menningarstefnu Vesturlands og það er skipað fulltrúum frá öllum sveitarfélögunum á Vesturlandi, auk aðila sem starfa í menningartengdum atvinnugreinum sem aðalstarf í landshlutanum. Og ég ætla hérna að minna á það að það er hægt að senda inn skilaboð eða ábendingar eða hugmyndir, hérna kannski bara vísukorn eða eitthvað, hérna í athugasemdirnar hérna í streyminu á Facebook. En í kvöld ætlum við inn í kaflan sem ég kenndi við listir og ég ætla að lesa hérna upp stefnu kaflans en þar stendur: listum sé gert hátt undir höfði á Vesturlandi og áhersla lögð á fjölbreytta listsköpun allra aldurshópa. Samstarf sveitarfélaga leiðir til uppbyggingar á faglegum störfum við listir á Vesturlandi. Og þannig hljómar stefnan. Og í tengslum við þennan kafla höfum við boðið til þáttöku öflugum aðilum sem tengjast þeim áherslum sem eru hérna til umræðu og ég ætla nú að kalla þið bara hérna fram á skjáinn þannig að þið eigið að sjá þau og voilà, þá er þið komin. Nú er þið komin mynd, verið velkomin og ég ætla svona kannski að byrja því að kynna ykkur. Fyrst er það Ingibjörg Halldórsdóttir en hún er einn af stofnendum og rekstraraðilum iStox heimildarhátíðarinnar á Akranesi en sú hátíð hefur vakið mikla athygli fyrir faglega og vandaðan listviðburð á Akranesi. Svo næst er það Hvanneringurinn og tónlistarmaðurinn Reynir Hauksson en hann hefur sérhæft sig í flamencotónlist í Grenada á Spáni og hann hefur verið að halda tónleika og viðburði bæði hér á landi og víðar. Var þetta ekki vel borið fram hjá mér, Reynir, hérna Grenada? Já, þetta er virkilega gott og hljómar er svo innfættur. Já, sko. Ég ekki í munni. Nei, ég dattaði hug, sko. Svo bjóðum við til velkomna Þóru Sigurðardóttir myndlistamann sem hefur, auk þess að vinna list sinni, byggt upp sannkallaða Paradís að Nýp að Skarðströnd. Þar hefur hún ásamt eiginmanni sínum gert upp gamalt eyðibýli listalega vel og þar fara fram hinnir ýmsu listviðburðir og menningarviðburðir. En síðast en ekki síst er það Kári Viðarsson, hann er menningarlegu frumkvöðull með meiru. Hann er stofnandi Frystiklefans á Rifi og rekstraraðili þar og hann hefur allhressilega haft áhrif á menningarlíf og byggðaþróun á Snæfellsnesi. Og ég býð ykkur bara öll hjartalega velkomin hingað á þetta pallborð og ég ætla svona að byrja því að spyrja ykkur hérna svona spurninga til að brjóta ísinn. Ég ætla að byrja því að spyrja þig, Ingibjörg. Nú hefur iStox verið haldinn 2 sinnum og það með mjög góðum árangri og þar með talið með COVID, þannig til hamingju með það. En hvaða áhrif telur þú að faghátíð sem þessi hafi á samfélagið? Þú veist, allt frá atvinnulífi til mannlífs. Já, ég held sko að þetta sé svolítið margþætt af því að hátíðin eins og okkar er alþjóðleg, þannig að hún í rauninni snýr bæði að innlendum áhorfendum og áhorfendum á Akranesi og svo líka að líka er rauninni bara eins og ráðstefna, erlend fagráðstefna. Þegar hún er eins og hún á að vera. Hún var náttúrulega ekki alveg eins og hún átti að vera núna síðasta ári. En árið þar á undan tókum við á móti til dæmis, ég held að það hafi 70 erlendi gestir sem komu á Akranesi gagngert til að taka þátt í hátíðinni og það er tala sem við viljum bara hækka. Það sem ég held sko að svona gerir sé bara, þetta sé bara viðburður eins og okkar er auðgandi dagskrá, hún er sem sagt bara fyrir mannlíf. Við fyrir mannlífið á Akranesi þá erum við að bjóða dagskrá á heimsmælikvarða. Við höfum til dæmis verið með myndir núna bæði árin sem hafa verið tilnefndar til Óskarsverðlauna. Þetta eru myndir sem annars væru alls ekki sýndar á Íslandi, hefði ekki markað. Og svo líka bara sem sagt, hefur þetta vonandi bara áhrif á alla í bænum að fylla fólk stolti. Við erum rosalega stolt af hátíðin okkar og ég held að svona stór viðburður, svona stór listviðburður í bæ eins og Akranesi geti fyllt fólk stolti af því að þeir erlendu gestir sem við fáum svo fyrir þá er Akranes stjarnan. Fyrir þá er Akranes eftirsóttur áfangastaður. Þetta er fólk sem ferðast á milli hátíða allt árið kring, bæði kvikmyndagerðarmenn, dreifingaraðilar og sölufólk.
og það júní að koma á Akranes. Bæði bíóið bara alveg ótrúlega fallegt, en svo bærinn líka bara svo skemmtilega öðruvísi heldur en allar þessar borgir sem hátíðir eru haldnar í og svona. Þannig að við höfum svolítið spilað með Akranes sem svona stjörnu þegar kemur að þessu. Og já, og svo bara vonumst við til þess náttúrulega og gerum ráð fyrir því að viðburðurinn okkar með öllum þessum gestum, þá náttúrulega þurfum við gistirými, við þurfum allir að borða og fólk kaupir sér minjagerð og annað og dagskráin okkar hönnuð þannig að þú ert ekkert að fara neitt annað, hún frá morgni til kvölds og þú ert í bænum allan tímann og þú ert í samskiptum við íbúana og það líka eitthvað sem að auka mannlífið á Akranesi. Svona vonandi eftir kannski 5 ár ef að COVID leyfir, að þá verður það þannig bara að það verður svolítið fullu bærinn af aðkomufólki, bæði erlendum gestum og líka bara fólki alls staðar á landinu sem sækir bæinn. Og tekur hann svolítið yfir og fólk hefur það tækifæri líka til þess að bara umgangast gestina okkar og kynnast kvikmyndagerð betur og hugsanlega verður líka til eitthvað verkefni og annað slíkt og bara kannski kveikja þetta líka svona einhverja glæðu í hjarta íbúa að þeir geti líka unnið við þetta. Svo náttúrulega vonumst við til þess að í framtíðinni þá getum við haldið úti starfsemi allt árið. Þess að viðburðurinn iStalks sé hluti af starfsemin okkar en að við verðum með aðeins dreifðari starfsemi yfir árið og það einfaldlega því að það svo mikilvægt fyrir okkur að halda sama fólki alltaf í teiminn okkar. Og þá þurfum við að hafa eitthvað fyrir okkur að gera. Þannig að þar vonandi verða til eitthvað störf eftir eitthvað ár fyrir okkar teimi. Nákvæmlega. Ég held að sé líka ekki síst að þetta hafi áhrif bara á svona eins og þú komst aðeins inn á sjálfsmynd skagamanna að vera með svona flotta hátíð. En ég ætla að vinda kveðinu í gross og tala við hann Reynir. Nú fórst þú út til útlanda í sérhæft tónlistarnám og ert nú komin heim og minnstu kosti tímabundið. En ég ætla bara að spyrja svona alveg mjög blönt svona, hvernig jarðvegurinn að iðka tónlist á Vesturlandi? Akkurat núna, já svona, já. Já. Það eins og alls staðar annars staðar. Þetta alltaf sérstaklega þetta sem gerði til síðustu viku þegar þessar takmarkanir komu aftur og voru verri en nokkur sinni fyrir því að ef maður að halda tónleika þá þarf maður að fá áhorfendur til þess að þetta gangi upp. Þegar allt eðlilegt þá það bara býsna fínt og bara gaman. Það ótal staðir sem maður getur spilað á og svona í alls kyns samhengi skilur. Það eru flottar kirkjur til dæmis Reykholtskirkja, ég haldi tónleika þar og það alveg æðislegt að spila þarna. Salurinn svo lifandi. Og meira þess að bara maður einn að spila með gítar og maður fyllir alveg upp í rýmið og þarna náttúrulega haldin svaka tónlistarhátíð á hverju sumri, Reykholtshátíð, þar sem eru færustu klassikera landsins sem koma og spila og það fullt hús, þannig að það býsna gott. Svo eru allskis aðrir staðir á svæðinu sem maður getur haldið tónleika á, það Landnámssetrið og það eru staðir út á Snæfellsnesi og þannig að jarðvegurinn fyrir tónleikahaldi bara býsna góður, myndi ég segja. Vesturland stórt og fjölbreytt, þannig að og fullt af félagsheimilum út allt, þannig að það allan vantar ekki rýmin til þess að gera það. Og með við tónleikahaldi sem ég búinn að vera svona að einbeita mér að síðustu árin, sérstaklega stóru verkefnin, þá ég að flytja inn listamenn frá Spáni, frá Granada, hljómsveitina mína sem ég með þarna úti og ég búinn að gera það núna 2 svar og klikkaði fyrra út af COVID og hugmyndin var að reyna við það í sumar en það verður bara að bíða og sjá hvernig það gengur því að maður getur ekki gefið sér neitt í þessu og sérstaklega ekki þegar koma takmarkanir með engum fyrirvara, þannig að áhættan nógu mikil að vera að flytja inn erlenda listamenn á sínum vegum svo hitt bætist ekki ofan og líka, þannig að það svolítið snúið. En ég bara vona gangi eftir, hvort maður verði í sumar eða hvort það verði næsta sumar eða bara einhvern tímann. Ég mun halda áfram með það að flytja flamenco til Ísland því að ég alveg kolféll fyrir flamengónu og fór út til Spánar bara gaggi eftir þess að læra það og svo þegar maður var komið með svona tökina og svo komið með spila félaga með sér þá
þá alltaf vildi maður fara til Íslands og spila fyrir fólkið sitt og svo í kjölfarið af því alltaf sko og þar ekki bara fyrir allt Ísland, þetta líka fyrir sko Vesturland, fyrir alltaf svæðið mitt og ég reyndi að fara sem víðast með bandið, dansarna og söngvarna og allt fólki sem kemur með mér, en ég reyna að vera með svona flesta viðburðina á Vesturlandi, til dæmis sko Hvanneyri, þessi litli bær. Það hefur hvergi á landinu verið flutt eins oft flamenco eins og Hvanneyri. Þannig að Hvanneyri alveg svona mekka flamencósins á Íslandi. Það ótrúlega spennandi, sko. Þetta fram við þetta að koma með listinni sem ég féll fyrir og sem ég mjög hrifinn af til þess að spila hana og flytja hana fyrir fólki sem ég þekki og vonandi bara að ég hrífi þau með. Og eins líka ég vil líka verið með masterklassa og svona bara svona míninámskeið þar sem að við erum að kenna hljóðfæraleik og söng og dans og það fólk alltaf feimið við það fyrst og maður veit að alltaf Róm ekki byggð á einum degi en alltaf vonin svo að fólk mæti bara til þess að hafa gaman því þetta náttúrulega tónlist snýst að hafa gaman fyrst og fremst, það snýst gleði og sérstaklega dans bara eintóm gleði. Þannig að ég bara þið sem eruð að hlusta bara þegar þetta verður hægt næst bara endilega komið, ég lofa ykkur því að þetta verður gaman umfram allt. Ég get alveg tekið til það, ég búinn að prófa að fara á allavega einhverja tónleika, nokkra tónleika hérna hjá þér og þetta alltaf rosalega skemmtilegt og svo sérstaklega hvað maður verður einhvern veginn sogast inn í tónlistina, það eiginlega alveg bara stórkostlegt, það eitthvað sem er í eðli flamenco held ég. En já, Þóra, ég ætla að fá að spyrja þig að hérna að því að maður verður svo bjartsýnn að tala hérna það góða sem gerist í menningunni á Vesturlandi en það óvænt að segja að eitthvað sumarliða hafi tekist að skapa sannkallað listaparadís á NÍP, svona eins og ég sagði hérna á innganginu en mikilvægt fyrir listsköpun að umhverfið sé heillandi? Þetta er mjög stór spurning umhverfið listar í sjálfu sér getur verið hvað sem eins og nákvæmlega eins og Reynir var að nefna, hann fer með dansinn og tónlistina í rauninni í hvaða rými sem og dregur fólk með sér í það. Og það í rauninni kannski gildir allar listgreinarnar að það er kannski ekki skilyrði, en það þannig með myndlistina að hún vinnur með rými og áferð og liti og efni og það það sem við fundum þarna á þessum stað á Skarðsströnd þegar við fórum undir aldamótin að leita okkur að eyðibýli til að vinna með og okkur langaði að vinna með steinhús og þau eru nefnilega svo víða landið eins og fólk þekkir þessi fallegu steinhús, fyrstu steinhúsin á Íslandi sem verið reist á fyrstu áratugum 20. aldar og fólk hefur yfirgefið þau í mörgum tilfellum þó að það sé nú orðin 20 árum síðar svolítil hreyfing í þá átt að vinna með þessi hús og gera þeim til góða og sýna fram á hvað þau geta verið. Og það það sem eiginlega lá til grundvallar því að við réðumst í þetta verkefni sem við byrjuðum 2001 að gera húsinu gott, þessu húsi sem hafði staðið autt í 40 ár en var í grunninn talandi fegurð það var í grunninn vandað hús og byggt úr efnum á svæðinu og það var staðsett þannig að það var auðséð að þau sem reistu húsið, fjölskyldan, að þau höfðu þessa tilfinningu fyrir stað og rými. Því að húsið það snýr þannig við Breiðafirðinum og umhverfinu að það stendur dásamlega. Og af því að húsið byggt þannig sem svolítið sérstakt að það hlaða undir sama þaki og íbúðin, bóndans og fjölskyldu hans
að þá sáum við þegar við vorum búin að tæma hana af heyi að það var þetta líka sko, það sem okkur langaði að gera, það var að skapa vettvang fyrir alls konar svona menningarfundi og að því að við erum bæði starfandi þar, sumarliði í bókmenntum og sagnfræði og menningafræðum og ég í myndlistinni. Þannig okkur langaði að koma þarna á þennan stað með eitthvað með okkur fyrir samfélagið, þess að hérna bjóða upp á það sem við kunnum og gátum og það svona byrjunin á þessu að við fórum á stað með svona bara litla fundi, að þetta í rauninni svona kammertónlist og litlir svona fundir eða seminar og námskeið sem við höfum verið með þarna alveg frá því 2006, frá því að í rauninni var umhverfið og byggingin mjög hrá þegar við byrjuðum. Hún var það hrá að við treystum okkur ekki til dæmis að vera með barnanámskeið þar og við vorum með listasmiðjur fyrir börn en þá fengum við lánað Tjarnalund sem félagsmiðið í Saurbænum og það var náttúrulega frábært og því þar gátum við boðið börnunum upp á námskeið og en síðan höfum við sem sagt smátt gert húsið þannig að það í sjálfsög hægt að halda alls konar námskeið og svo höfum við sem sagt sumarið 2018 þá lukum við að endurgera gripahúsið sem beið svolítið lengi eftir því að við tækjumst á við það og það var með hjálp ungra arkitekta sem að kalla sig Stúdíó Búa og þau sem sagt hönnuðu fyrir okkur þá sýningarrými leið og 3 gestaherbyggi þannig að við svolítið stílum upp á það að gestir sem sagt sem dvelja að þeir geti notið lista í sem sagt myndlistar og hönnunar í sýningarrýminu. Já, og það hefur tekist virkilega vel til og ég vil náttúrulega bara nota tækifæri nefna að Stúdíó Búa hefur fengið verðlaun fyrir þessu hönnun þannig að til hamingju með það. En Kári, það má segja saman þig þegar þú ert að móta frystiklefan sem menningarhús að það hefur tekist alveg frábærlega og við leyfum mér að segja að þetta sé svona menningarleg stórið þarna í rifi en telur þú að uppbygging menningarhúsa sé mikilvæg í öllum samfélögum? Þetta er önnur stór spurning. Já, þetta er stór spurning en við henni bara mjög einfalt svar, ég tel það bara mjög mikilvægt. Ég myndi segja að öll samfélög bara þurfa á menningunni að halda. Ég held að sérstaklega núna í kjölfarið á okkur svona leiðinda atburðum og bara í nútíma samfélagi þar sem að tækni og annað slíkt yfirleitt að ýta fólki lengra í burtu frá hvort öðru. Þá þurfum við fleiri staði og viðburði og moment sem að tekur fólki saman aftur sko. Og mér sýnist líka bara að það sé alltaf að verða meiri og betri skilningur innan allra samfélaga, innan sveitafélaga út allt land, skilningur á mikilvægi þess að hafa svona staði í nágrenninu. Bara upp á að bæta mannlífið og auka andan sko, innan svæðisins. Þannig að það er engin vafi í mínum huga að það þarf að þurfa að koma fleiri frystiklefar allt land sko. Það væri heldig gaman. Það væri bara æðislegt sko. Það er bara svona bara draumur sko. Og kannski getum við sett það fram í menningarstöðinni í kvöld að þetta byggja upp menningarhús. Ég veit það ekki, bara hint. Nei, ég má ekki segja svo. Já, og náttúrulega kannski líka nýta það sem er fyrir sko. Bara nóga frystiklefum. Nóga frystiklefum, endalaust frystiklefum. Ég er alveg sammála því. En við skulum halda áfram og ég ætla að byrja á því að núna förum við svona kannski aðeins að skoða bara þessi markmið sem eru í
í hérna menningarstefnunni og ég ætla að deila hérna skjá og því miður sjá hérna pallborðið, það reyndar ekki að sjá skjáin hjá mér, það er svona voðalega mikið leiðilegt en ég ætla að lesa þetta upp fyrir ykkur. Fyrsta markmið í kaflanum listir í menningarstefnunni hljómar svona: listir fái aukið vægi í daglegu lífi á Vesturlandi og aðgerðin sem að fylgir þessu markmiðum að efla markvissa kynningu á listum og listviðburðum. Og þetta er nú svona kannski dálítið í takt við það sem við höfum dálítið verið að tala hérna í innslaginu. En hvernig getum við aukið vægi lista í daglegu lífi? Svona, svo við höldum áfram með stóru spurningar þar. Já, gjörðu svo vel. Reynir. Kannski svolítið erfitt að svara þessu, ætla maður getur bara miðað við sjálfum sér, og fyrir mína parta, í mínu lífi þá er eiginlega ekkert annað en listir bara, allt er list og allt er menning, því ég er inn í því. Til dæmis að gera meira hluta af svona daglegu lífi er kannski til dæmis að hafa hann ekki sem list, eitthvað svona ægilega flókið og flott, heldur meira bara eitthvað sem að þú gerir þér til stundus. Og til dæmis fyrir mína parta, ég er gítarleikari og ég vil meina til dæmis að kjarni íslenskrar tónlistarmenningar og raun og veru okkar þjóðlög séu iðkuð í gítarpartíum. Það sem fólk hittist bara og syngur lög sem að því finnst gaman að syngja, lög sem að það hefur heyrt í útvarpinu eða lög sem að þau heyrðu fyrst í æskunni sinni eða eitthvað svoleiðis. Og þannig að ég hef farið að upplifa gítarpartíin á alveg svona nýja vegu eftir að ég fór út og sérstaklega eftir að ég fór að læra flamenco. Flamenco gítarleikur er sennilega flóknasti gítarleikur sem til er. Þetta er teknilega séð er þetta mjög krefjandi og manni dugar ekkert minna en svona 10 klukkutímar á dag bara til þess að viðhalda getunni. Þetta er alveg bara svona heljarana pakki. En mikilvægast hlutin í flamenco eru gítarpartí. Það sem að fólk hittist bara og flamenco er það sem að gerist þegar að tónleikunum lýkur. Þú ert búinn að gera þetta formlega prógram, þú ert búinn að gera listin og búinn að gera listviðburðinn, en svo virkileg næring flytjandana, hún kemur fram eftir tónleikana þegar búið að loka og þegar bara við, vinirnir og vinir þeirra sitjum bara í hring, bara spilum. Og þetta fyrir mér bara það fallegasta sem að til bara að hittast með einhverjum vinum sínum og spila á gítar og syngja. Einhver lög, bara hvað lög sem bara að dælan gangi og þannig virkilega með töfrana. Nákvæmlega, og það kannski, og núna kannski komin ákveðin þorsti, eftir þetta COVID-ástand að fara að gera með þetta að vera saman að gera eitthvað. En Þóra, þú varst búin að biðja orðið. Já, mér langar að taka upp ráðin sem Reynir með tónlistina. Á Vesturlandi er mjög vel gert tónlistarmenntun. Það er tónlistarskólar nokkuð víða í þorpum og bæjum á Vesturlandi. En það mætti alveg, af því að ég hef meðfram minni myndlist, það hef ég kennt og verið verið í listaskóla þar og ég held að það sé mjög mikilvægur þáttur í því að gera listina að hluta daglegu lífi fólks. Það er að þeir fá að kynnast í vel í æsku og að sé inn í skólakerfinu. Og þá tónlistin er nokkuð vel sett hvað þetta varðar, en myndlistin það ekki. Og það mjög fáir tímar í rauninni sem að börn fá í myndlist og listasögu og arkitektúr, þessum greinum sem að snúast liti, form og rými. Það mjög takmarkað. Þannig að ég myndi halda að það eitt af því sem þarf að gerast. Það eru góðir myndlistaskólar á Vesturlandi. Og fullorðið fólk getur komið og sótt sér þessa menntun vegna þess að þó að myndlistin sé auðvitað dásamleg, það geta allir tekið blýant og liti
og leika sér. En það verður svo miklu meira gefandi þegar fólk sko fer lengra inn í það og fær leysa og ég held að það er eitthvað því sem að þurfti að huga að. Já, þetta athyglisvert vegna þess að þetta svona dálítið ríma við það sem við vorum að ræða í gær menningar uppeldið. Þannig að kannski þú veist dálítið svona svarið að koma einmitt að gefa svona dálítið í mig þetta. Það var talað það að vantaði kannski svona listaskóla á Vesturlandi þar sem meira heldur en tónlistin sko, með fullri, já, þannig að það kom ekki upp. En Kári, þú varst búin að... Tónlistarinnar. Nei. Það var að kostna tónlistaskólana. Það verður að gera þessu öllu þáttum til höfðu. Algjörlega. Að fá menntamálaráðherra í lið með okkur að efla þessar greinar, þessar skapandi greinar í skólastarfi. Ekki kosninga framöndan? Getum við ekki svona aðeins mynda á okkur hérna? Nei, við skulum fara varlega, þetta er þunnur í sko. En Kári, þú varst búin að biðja orðið. Já, ég ætla að taka undir með sem bæði Reynir og Þóra voru að segja. Þetta náttúrulega þarf að vera gaman. Þetta þarf að vera svona, það má ekki vera neitt svona stigma í kringum þetta, eitthvað svona, eins og þetta sé eitthvað, eins og að listsköpun sé eitthvað geimvísindi sko. Það verður bara að vera gaman og gefandi og svo þarf þetta að koma inn snemma. Ég alveg sammála því sem Þóra að segja og ég held að til þess að gefa listum auki vægi í daglegu lífi á Vesturlandi þá þarf að byrja á grunninu sko. Það ekki eftir að ýta miðaldra fólki bara á einni viku yfir að vera einhverjir list bara einhverjir mógular sko. Við þurfum að byrja bara að byrja og ég held að það er margar hugmyndir í gangi. Mér finnst það frábært eins og þetta myndlista nám og sama á við eins og mína listgrein leiklist það væri náttúrulega og ég var náttúrulega vera partur í því og hef verið að gera það að reyna að kennast mikið og get en ein hugmynd sem að mér langar að koma inn á sem ég veit ekki hvort það hefur verið komið inn á á fundinum í gær en það var eitthvað sem við ræddum og ég hef verið svona mikið að pæla í þessu síðan við tókum hann að fundin daginn það er sko að Vesturland getur orðið svona frumkvöðull í því að koma skapandi greinum inn í sumarstörf hjá unglingum. Já. Og þá hægt að því að það er alltaf verið að segja að þessu sumarstörf hjá unglingum. Ég var einu svona foringi í svona sumarstörf hjá unglingum og ég mátti alltaf láta þau gera neitt. Nei. Það mátti ekki láta þess að krakka halda hann inn í steinum, það er of hættulegt. Það mátti bara blað, þetta að meina Kári, þú mátti bara þú bara reyta að arfa þetta í 6 vikur. Það heldur að krakkarnir fá út af því, þeir fá neitt út af því. Nei. Þannig að við gætum í sameiningu sem landskjöti farið út í það að spája krakkarnir að fara í skapandi þeir eru að fara í sumarvinnu hjá bænum sinu. Hvað tekur hann langan tíma að reyta arfan í bænum? Það tekur 1 viku. Hvað ætlar að gera við hina 5 vikurnar? Já, ég ætla að láta það vera í 2 vikur í tónlistanámi og í 2 vikur í myndlistanámi og í 2 vikur, í einhverju svona. Það er nóg að lista það er nóg að skapandi fólki sem vill vinna með ungu fólki og þarna er akkurat grundvöllur og greinilega peningu til þess að borga þessu krökkum fyrir að reyta arfa í 6 vikur. Það er alveg gott að borga þeim fyrir að búa til lög í 6 vikur. Já, nákvæmlega. Mér finnst það bara að vera svo borðliggjandi dæmi. Algjörlega. Já, byrju Ingibjörg, varst þú búin að biðja orðið? Ég tók ekki alveg... Það er bara svona kannski til að bæta ofan á þetta að það er ekki bara sko að ala fólk upp í því að vera listamenn, heldur líka að kunna að njóta listarinnar. Þannig að börn og unglingar fái aðgengi að listviðburðum. Við kunnum alltaf hlusta á tónlist af því hún er allt í kringum okkur. En kannski að lesa í myndlist og bara í rauninu að lesa í sjónrænamiðla er kannski ekki eins aðgengilegt fyrir okkur. Og ég held að það sé líka mikilvægt. Maður mann bara sjálfur, ferðir í leikhús í skólanum, það var mjög mikilvægt. Og maður man ennþá eftir því. Maður man ennþá eftir því að fara í svona vettvangsferð. En Reynir... Piltafekk alveg svona ljóslifandi og með þess að ferðin og allt saman. Að þetta var eitthvað sem var alveg skemmtilegt og maður var alveg fyrir svona hughrifum að horfa á þetta. Tek undir þetta sem þú sagðir skapandi sumarstörf.
og sko ég náttúrulega var hérna í sko vinnuskólanum eða unglingavinnunni eins og það hét hérna á Hvanneyri þegar ég var unglingur og síðasta sumarið sem að ég var hérna við vorum að vinna held í 6 vikur ef maður rétt síðustu vikunni þá gerðum við stuttmynd og ég veit ekki af hverju það var hérna sko við vorum ekkert mörg og það voru mjög skemmtilegar konur sem voru flokkstjórar og einn strákur sem var með mér í bekk hann átti vídeókameru og hann átti svona klippifárit og hann var alltaf að taka eitthvað upp og við ákváðum bara í 5. vikunni þá unnum við bara mikið og við lögðum öll bara höndaprófum bara til að klára verkefnin og svo síðustu vikunni og við vorum alveg heila viku þá gerðum við stuttmynd og hann var inspirerað af James Bond og það er æðisleg mynd og það voru einmitt sko svo við gerðum skilur við gerðum eitthvað handrit og svo lékum við í kringum þetta og bekkjabróðir minn, hann Siggi á Krossi, hann tók einmitt myndina og klippti hana til og gerði hana sjúklega vel sko, svo alltaf ef við hefði verið, skilur við, fleiri, við vorum bara fá, hefði við verið fleiri, þá hefði mögulega verið hægt að vera með, skilur við, nokkra hópa, þú veist, þessi hópur hann pælir í, sko, hann pælir í settinu, hann pælir í leikmyndina, hann pælir kannski í búningum og einhverjum uppsetningu á leikurunum, næsti hópur alltaf bara leikarar og hinn hópurinn kannski í töku og tekniteymi og svo kannski með 4. hóp sem tónlist. Og svo einmitt líka, sko, svo þetta sé ekki bara svona krakkar að gera eitthvað einhvers staðar inn í einhverjum stofum og þá getur við verið með eitthvað svona sameiginlegt lokaverkefni. Það eitthvað svona lokaafur og þá einmitt sko, kvikmynd þá alveg sko fullkomin út af því að í kvikmynd þá ertu með allt. Þú ert með myndlist, þú ert með ritlist, þú ert með leiklist, þú ert með tónlist, þú ert bara með allt saman. Þannig að lokan, þú taka kannski bara svona 3 vikur í þetta, 2 vikur eða bara whatever og búa til einhverju svona afurð eða einhver svona eitthvað flott sem að þú sýnir síðan bæjarbúum. Já, það getur verið svona kannski endapunkturinn á vinnuskólanum. En sjáu þessa bíómynd sem við gerðum. Hún var að lifa eil. Nákvæmlega. Mér líst rosalega vel þetta. En svona, ég held að þetta sé svona kannski niðurstaðan í þessum markmiðum, sko. Að það verður kannski svona mynd á mikilvægi menningar uppeldis. Ég held að það sé það sem við vorum að koma hérna út. En við þurfum að halda áfram til þess að halda tímaplaninu. Og ég ætla aftur að nú skulum við vinda okkur í næstu markmið. Það er ekki bara ágætis hugmynd. Og býtum við þetta, þá þarf maður að fara svona, allt að gerast hérna, sko, tækni gaurinn alveg hérna fullu. En næstu markmið það er áhersla á fjölbreyttar listir og samtímalist. Og það eru 3 aðgerðir sem fylgja þessum markmiðum að samstarf listamanna á Vesturlandi þvert á listgreinar. Næsta aðgerð er uppbygging á aðstöðu sem býður listamönnum að starfa tímabundið á svæðinu í samstarfi við listamenn á Vesturlandi. Þetta getur átt til dæmis við residensjur. Og þriðja er að stuðningur við verkefni listamanna á Vesturlandi. Þetta eru markmiðin sem eru sett fram og ég held að þau séu bara alveg. Þetta er það sem er sett fram í gömlu menningarstefnunni. Já, og hvað segið þið um þetta? Nú vorum við til dæmis hérna með þverfaglegan hóp. Hvernig líst ykkur á meira samstarf? Ég meina, ég til. Já. Já, kannski bara... Ég ætla, fyrirgeðu mér, ég er tónlistarmaður og ég hugsa í tónlist, þannig ég met allt saman út frá tónlist. En ég meina, tónlist passar allstaðar. Og fyrir mína parta þá hvernig tónlist gerir allt betra, gerir gott betra, skiljið þið. Þú veist, að vera einmitt á myndlistasýningu og það er einhver að spila á fiðlu þarna. Og það geti verið, skiljið einmitt, þú veist, samtímalist og það geti verið fiðlustef samin við málverkið. Það hefur alveg verið gert, ég meina til dæmis bara Modest Mussorgsky, pianisti, rússneskur, hann samdi verkið myndir á sýningu, eða Pictures at an Exhibition. Það er þetta bara með svona margþætt verk sem hann samdi út frá málverkum sem hann sem voru sýningu á vinnu sínu. Það til dæmis er eitthvað sem er þverfalegt og þetta væri gaman að gera. Ég til í þetta. Já, þannig að það er svona, svo ég kannski spyrja þig Ingibjörg, sko, því að nú ert þú sem að rekur listahátíð
sem þá heimildamyndahátíð, en það hefur einhvern veginn orðið, það svona vindur svona alltaf upp á sig, þið eru með masterklassa og pallborð og tónleika jafnvel sko, þetta eitthvað sem að þið getið nýtt ykkur? Það sjálfsögðu og við hefum reynt, við til dæmis gerðum svona átakið í síðustu hátíð að reyna að fá listamenn á Akranesi til þess að vera með okkur, allavega tónlistamenn til að byrja með og munum örugglega að gera meira af því í framtíðinni, af því að eins og ég segi, það eitt af okkar markmiðum að styðja við aðra í samfélaginu líka og svona sýna þá og displaya svolítið fyrir öðrum. En ég held líka bara að það sé líka mikilvægt að styðja við þá sem að koma með sjálfsprottin verkefni, ný verkefni, kannski umfram það sem að kannski ég segi ekki, ef einhver stofnun kannski að halda tónleika, þá það ekki að sama ef Reynir að halda sína tónleika. Hann þurfti meiri stuðning myndi ég halda, heldur en stofnun sem á vegum bæjarfélags eða ríkis eða eitthvað svoleiðis. Þannig að mér finnst það alltaf svolítið mikilvægt þegar kemur að stuðningi við listamenn. En svo líka bara, og þetta kannski, já, það gerir það og rauninni þetta svona dálítið líka svona sem styður við það sem stendur að það þurfa að styðja við verkefni listamanna á Vesturlandi, kannski sérverkefnin sem að koma fram og þetta kannski eins við hjá ykkur Þóra á NÍP, þú veist að þið getið haldið svona menningardagskránni gangandi. Já, það auðvitað, sko, við höfum náttúrulega þrátt fyrir það að stuðningurinn hafi ekki verið mikill og við erum náttúrulega líka við erum ekki með stóra viðburði, við bílum ekki upp á sko, mjög stóra viðburði þannig séð en þannig að við getum ekki tekið mjög margt fólkinn í húsi í einu. En við látum þess vegna viðburðina að standa yfir og allt sumarið, þannig þá kemur auðvitað bara mikið fjöldi, en aftur á móti tónleikar sem við höfum verið með, það auðvitað ekki svo stór hópur sem kemur, en við höfum svo sagt, talandi stuðning, þá höfum við gert þetta, þó við höfum fengið mjög takmarkaðan stuðning, vegna bara að við viljum gera það, við þetta bara svo mikilvægt, og svo líka eins og Reynir talar og þau hér. Þetta bara svo mikið gleði. Þetta er svo gefandi að einmitt sko líka að bjóða fólki úr ýmsum listgreinum til að koma með innlegg og það gerist náttúrulega eins og hjá Ingibjörgu og Agnes, þetta er auðvitað hvert á alla listgreinar og kvikmyndagerðar og fyrstu klefin áreiðanlega líka með fólk úr öllum listgreinum. Það er bara þannig og við sækjum auðvitað í félagsskap annarra listgreina. Við reynum að hafa fjölskyldarhringinn svolítið opinn og þannig að algjörlega það sko meiri stuðning við viðburði af öllum mögulegu tagi og kannski bara ekkert með svo miklum skilyrðum einhverja ákveðna svona hluti heldur meira bara að fagna því sem að fólk þessum sjálfsbrotna, grasfólkum. Algjörlega, ég er alveg virkilega sammála því og þetta vekur mig svona til umsvönar og það er kannski það beili ég þessari spurningu til þín Kári sko að því að þið hafið sko frystiklefin er ekki bara frystiklefin og þið hafið svona sprungið út aldrei sko og þá langar mér að nefna bara Hellisandur Street Art Festival. Það er eitthvað sem það er náttúrulega svona list sem að kemur og er svona dálítið sprottin upp á grasrótinni og hefur mjög mikil áhrif en og það er náttúrulega samtímalist. Já, það er einmitt svona verkefni sem að ég hef aldrei látið mér þetta í hug ef að það hefði ekki verið alveg frá upphafi svona open door policy hjá mér í frystiklefjunum fyrir allar listgreinar og ég sé, mín listgrein sé leiklist og ég vinni mest í leiklist þá var fljótlega mikil aðsókn frá alls konar listafólki að koma og vera í frystiklefjunum
úr alls konar listgreinum og það rosalega svona, það svolítið svona víkka sjóndeildarhringi svo mikið fyrir listamenn að starfa með öðrum listgreinum, til þess bara að fá perspektíf á nýjar vinnuaðferðir og sjá hlutina frá öðrum og mismunandi sjónarhornum. Þannig að sko, eins og þetta street art festival og allt þetta þessar street art pælingar hjá mér, þær hefðu aldrei orðið til ef það hefði ekki verið fyrir sko, mikið samstarf mörg ár áður. Þá hefði ég hef aldrei farið að hugsa sko, já, heyrðu, það einhver rými hérna, einhver ónýtt hús hérna, einhverju veggir, þú veist, það ekkert innan marka leiklistarinnar, ég var ekkert að læra það, en vegna þess að það var svo mikið gróska og svo mikið að alls konar fólki að koma með alls konar mismunandi pælingar og þá bara opnast hugurinn svo mikið fyrir listamenn, þannig að sko, áherslu á samstarf og efla samstarf og sérstaklega ég tala ekki að reyna að efla starfsemi hjá residensjum eða sem sagt listamanns aðsetrum myndi bara styrkja listir á öllu Vesturlandi og alla grósku í listum af því að sérstaklega þegar listamenn koma í svona residensju og koma kannski annars staðar á heiminum þá náttúrulega opnast bara dyr og gluggar yfir í alls konar hluti sem maður hefur bara ekkert látið sér detta í hug. Og venjulega þessir listamenn sem koma, þeir eru svo gung-hó fyrir ekki sletti, en þeir eru komið svo mikla orku. Það er ekki að díla við einhvern listamann, einhvern lókani listamann eins og mig sem stundum bara gjörsamlega bensínu og geta ekki verið alla mánuði bara gera eitthvað skegga, sko. En farið einhverja listamenn sem ætla bara að koma og vera í 1-2 mánuði eða eitthvað, þeir eru bara mæta með fullan tank og það verður bara einhvers venjulega út frá svoleiðis verkefnum, þannig að þetta er mjög svona gott markmið að hafa með þetta samstarf og með að efla residensíunar, alveg klálega. Við skott að þú hafi komið inn aðeins á residensíunar af því að það eru svona eðlisínu, þá skilja listamennir gjarnan eitthvað eftir sig sem hefur góð áhrif á samfélagið og bara svo ég komi svona aðeins svona til þess að flagga svona hvað ég þú veist að þetta er gjarnan eitthvað sem er notað í borgarhræðinni ef svona hverfi eru skiljiði svona dömpast niður, þá gjarnan náði listamenn til þess að setja þar inn og setja í vinnustofur til þess að byggja lífið upp á nýtt. En tíminn flýgur frá okkur og við þurfum að halda áfram. En já, fyrir ekki Þóra, þú varst búin að biðja verið afsakið. Það er bara eitt sem ég hugsa í þessu samhengi, sko, við erum svo mikið að tala samtímalistina og hún er svo mikilvæg og mikilvægt að styðja við hana. Og þá dettur mér í hug, sko, á Vesturlandi, þar eru upprunnir, sko, okkar stærstu myndlistamenn á 20. öld, sko. Sveinn Friðfinnsson og Ásmundur Sveinsson og sýslumaðurinn á Sauðafelli, hann gaf stofngjöf Listasafns Íslands á sínum tíma. Og myndlistin er svo tengd á þetta svæði fyrir utan sko náttúrulega svona aktífur maður eins og Helgi Þorgils í myndlistinni og við þurfum líka að þekkja fortíðina til þess að það verði gróskumikil samtíðalist. Og hvað listasafnið á Vesturlandi? Nákvæmlega. Þú vilja koma með flotta og faglega sýningu sem sýndi svolítið listasöguna. Það er það. Við erum alltaf ríka því nefnilega, sko, það er alveg, þetta er frábær punktur. Við, sko, myndlistina og það er beinlínis þráður sem er hægt að rekja alveg fram á 19. öld. Já. Lengra, því að það er náttúrulega stórkostlegu vefnaður, mikil hefð fyrir því, ég geti talað lengi þetta, að þetta er, sko, að kynna þennan arf fyrir unga fólkinu. Það skapar nýjar hugmyndir og inspírerar unga fólki til þess að vinna áfram með þennan arf. Hann er klassikur, hann er klassískur. Það er fullt gildi og sígildur arf og hann er til þess að efla samtímalistin.
Þetta er bara alveg frábærar pælingar sko, þú veist, og þarna held ég bara virkilega góður hugmyndi til að halda áfram. En já, eins og ég sagði, tíminn líður, þannig að við þurfum eiginlega að vinda okkur í síðustu markmiðin og aftur allir deila skjánum. Og það áhersla á listahátíðir á Vesturlandi og aðgerðin svo að listahátíðir haldnar víða á Vesturlandi. Þetta stutt og hnitmiðað en virkilega finnst mér góð markmið, en Ingibjörg, hefur þetta ekki dálítið ræst? Þú veist, við erum komið með iStocks á Akranesi, við erum með Plan B Festival í Borgarnesi, Reykholtshátíðin núna 25 ára í ár og við erum með North in a Wave á Snæfellsnesi, þú veist, svona má lengi telja, erum við ekki komið dálítið á þennan stað? Jú, ég myndi halda það, það náttúrulega alltaf lengi á sig blómi bæta, en þetta rosalega flott byrjun og þetta eru fjölbreyttar hátíðir. Með mismunandi fókus og höfða til mismunandi aðila og ég held það eina sem ég kannski myndi segja, og þetta eru sjálfsprottnar hátíðir, þetta eru hátíðir sem fólk finnur hjá sér þörfina til þess að halda og einhvern veginn koma til annarra. Þessi stuðningur sem við höfum fengið hefur alltaf verið ómetanlegur fyrir okkur, af því að við hefðum hreinlega ekki getað startað þessu nema við hefðum fengið stuðning frá SSV og Akraneskóla í byrjun. Nákvæmlega, það gott að heyra, en þetta kannski líka einmitt það, eins og þú sagðir það má alltaf á sig blómum bæta sko, og erum við ekki að tala þá flamingohátíð á Hvanneyri? Reynir? Já, jú, ég meina sko, hún er búin að vera sko áralegi núna í nokkur ár og sem þú segir sko, ég boðinn og búinn að halda flamingohátíðir bara út allt ef það er hægt yfir höfuð. Og það mitt líka sko, það má líka alveg sko þróa það meira, það líka bara sko í það bara svona í fyrstu skrefunum eins og hvernig það mun síðan verða. Ég hef búin að vera með tónleika, danssýningar með tónlist og það sem var að gera í kjölfarið á því námskeið. Eins og við erum að tala um uppæðu sko, það með dansnámskeið eða hljóðfæranámskeið eða bara klappa. Já. Stór hluti af flamingunni að klappa og hvetja. Og maður þarf nú lítið að kunna fyrirfram til þess að geta klappað og hvatt. Það er bara maður þarf bara að vera kátur. Það er það eina sem maður þarf. Þannig að það til dæmis sko, það má gera nóg af því og bara því meira því betra og bara vonandi að sko eins líka bara að það eru listviðburðir viðburðir yfir höfuð bara á svæðunum hans að maður mæti á það. Eins og einn góður maður í Skagafirði sagði, maður á að hafa vit á því að hafa gaman. Ég hef okkur tíma minni farið á viðburð og séð eftir því, en ég séð eftir því að hafa ekki farið á fullt af viðburðum. Já, og nákvæmlega. Ef þetta einhvern veginn opið og aðgengilegt og þá alltaf meiri líkur því að fólk mæti á það. Því að fólk kannski, til dæmis eins og í mínu tilfelli, flamenco-viðburður. Ég veit ekki hvað flamenco akkurat ég að fara. En þá einmitt líka var svolítið skemmtilegt sem var gert í Engunum í Borgarnesi fyrra. Já. Þá var tónleikaviðburðir inn í skóginum, það var mjög gaman. Ég spilaði einn daginn og þá var hún Sigrún Ferjubakka og hún var að lesa draugasögur á meðan. Svona flamenco og draugasögur. Þetta svona svakalega ólíklegt kombo, en ég meina, ef maður hefur gaman að draugasögum þá mætir maður þangað og fær flamenco í kaupbæti og þá lærir maður eitthvað nýtt og þá fattar maður flamenco alls ekkert svo slæmt. Eins líka ef maður hrifinn af flamenco ef maður hræddur við draugasögur og maður mætir og það eru nú ekki svo slæmar allt saman. Þannig að bara ef þetta fjölbreytt að þá þeir meira líkur á því að fólk komi. Já. Og þetta snýst alltaf það að því fleiri því betra. Ef það eru margir sem að koma á viðburð að það myndast alltaf einhver svona stemning, það myndast töfra því að áhorfendur eru hluti af þessu, alveg eins og þeir sem eru að flytja. Já, algjörlega. Og það er mikið til í því sko, og það er bara líka upplifunin að fara á hátíðarnar. En nú ætla ég að fá að vinda okkar kvæði í kross og fara með ykkur, byrgiðu Ingibjörg? Já, þetta fá að bæta bara einu við, af því að mér finnst sko þessi punktur aðgerðir listahátíðir haldnar víða á Vesturlandi.
hann er mikilvægur, en þegar það er búið að starta þeim, þá er líka svolítið mikilvægt fyrir hátíðarnar að vita að það geti haldið áfram. Þannig að einmitt. það væri rosalega gott og gagnlegt ef að það væri einhvers konar allavega í þessu styrkjakerfi eða hvernig sem það er, að það væri einhver leið til þess að gera til dæmis bara lengri samninga. Eins og Reykjavíkurborg hefur gert, þau hafa valið bara ákveðnar hátíðir sem eru hátíðir Reykjavíkurborgar og þær hátíðir þá fá kannski örlítið meiri, þær fá lengri styrk til 3 ára held ég hafi verið eitthvað svoleiðis. Og það er nefnilega þessi fyrirsjáanleiki sem er svo mikilvægur þegar maður er að skipuleggja stóra viðburði að maður viti sirka hverju maður búast við á næsta ári. Já, algjörlega. Þetta er alveg frábær punktur og gott að hún hafi verið komið til skila. En já, en við ætlum nú aðeins að fara að leika okkur. Nú ætlum ég að biðja alla og þið, kæra pallmál, megið taka þátt í þessu, en nú ætlum við að fara að biðja ykkur að taka upp snjallsímann ykkar, þið sem eruð búin þannig græjum og byrjum við, ætlum að sjá. Sko, ég er að tala í símanum. Já, það er ekkert mál, þá kannski getur þú kannski fengið bara að fylgjast með. En þá getur líka sko en þetta er sem sagt núna á að vera komin upp á skjáin hjá þeim sem er að fylgjast með á útsendingun á Facebook og að vera komin spurning upp á skjáin og ég ætla að benda öllum að fara inn á menti.com, það er menti.com og slá inn kóðan sem er 981 63235 og svo að svo er það nú líka bara þannig hjá okkur að við erum örlítið eftir á í útsendingunni, þannig að við þurfum að gefa gestunum svona aðeins færi á að koma inn til okkar. Getur þú gefið mig kóðan aftur? Já, ég skal bara setja hann inn í spjallið hjá okkur. Já. Þannig að ég hafi þetta svona allt á svona kristaltæru hjá okkur. Byrjum aðeins, nú farin að vera svo margir takkar. Þú setur líka linkinu. Já, ég skal gera það. Byrjum við, linkurinn er að koma inn í spjallið. Það er menti.com og kóðinn er 981632335 og við skulum gefa þessu nokkrar sekúndur og það er spurningin hver finnst þér vera sérstæða Vesturlands á sviði lista og það má svara frá einu svari og upp í mörg, þannig að það eru hvernig mallallar að áttum mér þess að ég ætlar að komast inn á og það eru farin að koma inn á nokkuð svör. Hann bara að skrifa þetta. Já, svo ef þú ert komin á menti og ert búin að slá inn sem sagt kóðan að þá getur við farið að tekið þátt í svona laufléttri kosningu eða þetta er svona kannski frekar svona skoðanakönnun. Hvað finnst ykkur vera sérstæða Vesturlands á sviði lista? Og það er að koma strax inn alveg fullt af spennandi hugmyndum sem er að koma frá áhorfendunum okkar. Það er sögutengd listir merkt og bókmenntir fyrir tíma, samtímalistir, leirlist, skáld kemur upp. Og þetta er að koma upp. Myndlistin, hún er svona að færa sig við kvikmyndir og kvikmyndahátíðir. Og það er alveg að hrúast inn svona svör og það er að mynda svona skemmtilegt svona orðaský á skjánum fyrir þá sem sjá. Já, það er að koma aðeins meir inn. Fristiklefni komin inn þú ert vonandi ánægð með það, Kári minn. Latibær, leirlist, tónlistin hún á Sinnsess. Aðsetur fyrir listamenn, Páll á Húsafelli. Alþýðulist kemur upp á skjáin. Ef að gefa svona 10 sekúndur í viðbót. Já, og þá er það komið. Og myndlistin er svona skorahátt. Hún er kannski að hafa svona dálítið áhrif. Og við erum kannski líka dálítið ánægð með það Þóra. Já, en við skulum færa okkur bara yfir í næstu spurningu.
og hún svona fylgir fyrir spurningunni svona aðeins eftir. Detta þér í hug einhver sóknarfæri tengd listum á Vesturlandi og þarna aftur má svara með einu eða fleiri svari og þá á að koma niður svona skemmtilegu listi. Og við býðum hérna eftir, það að fara að koma þarna inn. Jú, strax eitthvað að fara að koma. Tónleikaraðir, skapandi sumastur ungmenna. Já, nýjir listaskólar. Hátíðirnar eru nú að skora svona, þar hafa greinilega mikið að segja. Samstarf listamanna frá öllu Vesturlandi. Myndlistar ferðaþjónusta, þetta finnst mér vera góð hugmynd. Þetta getur verið eitthvað sem getur verið svona líklegt til vinsælda sko. Listasafn Vesturlands. Já, jú, einmitt. Það einmitt það sem er á ný. Sko, svo kemur menningarsetur, fleiri vettvangar fyrir fjölbreytt starf á sviði lista og metnaðarfullt fjölnota listasafn. Opin gítarpartí, leiklistinn. Við erum að koma það tækja fyrir það greinilega. Við getum eitthvað fleira hérna. Opna listasmiður, samstarfi listasafn ASI, bókmyndir. Þannig að það að koma hérna alveg fullt af hugmyndum hérna inn. Já, við skulum gefa þessu, það að hlaðast meira inn hérna, menningarhús. Já, það reglulegur hittingur listamann á svæðinu. Það áhugaverð hugmynd. Leggja meira áherslu á fólk en hús kemur hérna fram. Þannig kannski svona alltaf að móti hérna, svona mótsögn við þeir sem hefur verið að koma hérna fram, en mjög athyglisvert engu á síður og bara mjög góð hugmynd. Tóm rými fyrir tónlistarviðburði. Auka aðgengi til minja, gera list sýnilegri. Fá okkar hluta listasöfnum bankana til okkar. Já, ég hef næstu búin að lesa barnana, þá fór að taka listin af börnunum. En það verið að tala, fá okkar hluta listasöfnum bankana til okkar. Listir í skólastarf, þannig að það að koma hérna fram. Ég ætla að, já, við skulum gefa þessu svona 10 sekúndur í viðbót. Og áður við förum yfir í næstu glæru, já, og látum bara vaða. Og þetta síðasta spurningin hérna í kvöld. Detta þér í hug einhverja nýjar leiðir til að tengja saman listir og atvinnulíf á Vesturlandi. Þarna kemur sko risastór spurning sko. Og já, við skulum gefa þessu svona smá tíma. Það kom ekki svari við þessu áðan í svona nokkrum tilfellum, listaskólar og hvað var að lista, ferðaþjónusta og tónleikahátíð, það alltaf heyrir undir þetta líka. Já, algjörlega, það rétt. Þannig að við erum að fá mjög mikið hérna úr á móða þau sem að munu svo fara yfir þessar niðurstöður. Þetta svona hugmyndir sem eru að koma fram við stefnumótunina á menningarstefnunni. Listasmiðjur. Já, það eru hérna fleiri svör að koma inn. Fleiri hátíðir sagt hérna. Opið kall eftir fyrirtækjum sem vilja vinna með listamönnum og öfugt. Para saman listamönnu fyrirtæki. Það áhugavert. Menningartengd ferðaþjónusta. Ferðaþjónustan nú búin að vera svona fyrir COVID svona mjög vaxandi hérna atvinnugrein og rímar mjög vel við menningarstarf. Fab Lab kemur hérna fram. Stefnumót listamanna og fyrirtækja í nýsköpun. Já, byrjum að við. Fyrirtæki eða stofnanir standi fyrir listasamkeppni þar sem vinningstillagan verður framkvæmd, til dæmis veggjalist, skúlptúrar eða annað sem fegra lóðir og umhverfi fyrirtækja. Athyglisvert. Styðja við hátíðir kemur hérna fram. Að atvinnulífið frái skattaafslátt fyrir að styrkja menningu. Það svolítið gott. Kannski Bjarni Beinar að horfa hérna, þá kannski sendum við þetta til hans. Og aftur, ekki kosninga framdann? Nei, skulum bara fram. Listalandi Vesturland, það líst mér vel á.
samvinnuverkefni milli fyrirtækja, listamanna, skóla, lista, starfstöðar, vítt og breytt Vesturland. Þetta alveg stórkostlegt. Ég held að framtíðin sé nú bara alltaf björt hjá okkur ef þetta hérna ef þetta gefur einhverja vísbendingu hvað framöndan hjá okkur. En já, herðu, við skulum gefa þessu svona, hvað segja, 9 sekúndur eða 15. Stóra villi. Já, stóra spurningin. Það næsta glæra til að spyrja spurninga. En já, nú ætla ég að kalla ykkur hérna aftur fram. Ég veit nú ekki þennan glugga, við munum sjá. Alltaf gaman þegar maður svona feikta í beinni útsýningu, sko. Jæja, herðu, velkomin aftur. En herðu, jæja, nú farið að koma lokakomendi hjá okkur og ég ætla að gefa ykkur núna svona tækifæri til þess að svona, eftir að hafi svona meldt þetta sem var að koma fram hjá okkur, ætla ég að gefa ykkur svona tækifæri með lokorð og ég ætla svona að byrja kannski bara að fara svona alltaf til criss-cross með röðin áðan og Þóra, ég ætla að byrja þér. Lokorð. Bara að byrja að loka. Já, ég finnst að Vesturland einhvern veginn þannig landshluti að hann mjög inspírerandi. Náttúran á svæðinu alveg stórbrotin og stórkostlega nærandi og inspírerandi og það bara, ég held að við þurfum bara einhvern veginn að vinna með það í öllum brotum. Og draga þetta fram sem afvaka inn í listir og atvinnum. Algjörlega. Og Kári, við gefum boltan yfir á Snæfellsnesið. Já, mín lokaár bara það var frábært. Það var svo mikið af flottum og skemmtilegum hugmyndum og ég tek undir það sem hann Reynir sagði á hann, sko, og við þurfum að halda áfram að kenna hvoru öðru að mæta á hluti og taka þátt í hlutum. Það nákvæmlega, hann heitir Megvan á höfuðu þegar hann sagði, sko, ég algjörlega sammála og ég hef aldrei á ævinni séð eftir því hafa farið á neitt viðburð. Nei. Ég hef séð eftir því hafa ekki farið á mjög marga viðburði. Þannig að það sama þótt að maður fara á einhvern viðburð sem gjörsamlega kemur aftan að manni og bara eitthvað weird og shit rugg. Maður sér ekkert eftir því, sko. Og það kannski líka stórkostlegustu viðburðirnir. Já, maður bara lærir eitthvað að því og það bara minning sem maður gleymir aldrei, sko. Og líka, einmitt eins og Þóra hafi sagt á hann bara, hvar listasafnið hérna? Ég hef aldrei pælt í þessu, þetta er svo geðveikt valið spurning, bara hvar það? Það svo fáránlegt að það sé ekki eitthvað massíft listasafnið á þessu landshluta. Eitthvað alveg krem dæmi miðað við allan sagnaarfinn og alla listin og alla sköpunina sem þessi landshluti á. Það bara skandall að þetta sé ekki bara hérna. Það hefur verið litið framhjá sig. Ég meina það geðveikt listasafn í Hveragerði, pæli í því, og það ekkert á Vesturlandi. Já. Það setja þetta í smá samhengi. Og Lissabon Árneshreika bara klikka flott, sko. Við verum að hrósa Sunnlendingu fyrir það. Það frábært. Já, algjörlega. Og Ingibjörg. Já, bara ekki. Já, bara takk kærlega fyrir skemmtilegan fund og ótrúlega flottar tillögur sem koma í gegnum þetta kerfi núna áðan. Bara gaman að eyða næstu dögum í að hugsa aðeins meira það líka. Og það áhorfendur eru líka jafn mikilvægir og það sem við erum að framleiða með listinni því að ef enginn er að njóta eða neita að það mjög mikilvægt fyrir okkur að hugsa að því hvernig við ætlum að hvetja fólk og hvetja börn og unglinga og ala fólk í rauninu upp við að njóta listar alveg eins og við notum samfélagsmiðlana. Það er mikil samfélagni og það er nauðsynlegt að gera eitthvað í því. Algjörlega. Og Reynir, þú átt loka orðið á honum. Já, sko, nú ég bara hræddur. Já, bara... Það verður að vera eitthvað geðveikt, sko. Og bara eins og ég segi, sko, það kom ykkur hugmynd hérna fram áðan, að auka samverustundir eða búa til vettvang fyrir listamenn til þess að koma saman og svona gera eitthvað sniðugt eins og við erum bara að gera hérna. Það er alveg ótrúlega margt skemmtilegt búið að koma fram. Ég get tekið undir allt sem þið eru búin að segja. Ég er ekki ósammála einu orði sem er komið hérna fram. Og það er einhvern veginn líka pælið í þessu. Þetta er menning, þetta er listin. Þetta er bara fallegt og gaman og skemmtilegt. Ég myndaði að þetta verður kosningabarátta. Við verðum alltaf að rífast.
skiljiði. Þetta er bara menning og listi, þetta er bara gleði og gaman, það er bara betra að kalla á það, þetta er bara það, þetta er ekkert hættulegt, þetta er ekkert háflug, þetta er bara gaman. Þannig að ég tek bara undir það allt sem þið eru búin að vera að tala og ég meina til dæmis, já, skandallega sé ekki listasafn eða bara tækifæri á því að búa það til núna og bara við getum bara mótað það og við meina við allir erum með það er ótrúlegir myndlistamenn sem eru hérna á svæðinu, til dæmis Páll Guðmundsson, Páll á Húsavelli sem alltaf bara náttúruafl út af fyrir sig og það öflugur en þetta eldgos, margfalt. Þú getur verið með safn bara með hlutunum hans og það bara ótrúlegt. Og það eitt af því sem mætti huga að því að gera. Og svo kannski líka, Vesturland líka stórt svæði, menn þetta alveg upp að Langjökli og út á Rif, alveg lengst út af nesinu, þetta risasvæði og fyrir mína parta þetta fegursta umhverfi í veröldinni. Ég hef aldrei séð neitt annað eins, þetta ótrúlegt svæði. Þannig að ég skora bara á einhvern sem að kann á vídeókameru að búa til bíómynd sem að gerist á Vesturlandi og bara leikinn mynd og þú ert með svo fjölbreytt umhverfi, þú ert með allt hérna. Þú ert með nokkar jökla, þú ert með æðislegan ár fullt af klettum, þú ert með skóga, þú ert með allt saman. Þannig að vinna bara með það sem maður með í höndunum þegar maður virkilega með gimstein í höndunum. Já, algjörlega, ég alveg sammála þessu. En jæja, þá þakka ykkur kærlega fyrir að hafa tekið þátt með okkur í kvöld og við förum nú senna kveðja frá skrifstofu SSVAF samtaka sveitafélag í Borgarnesi. Ég ætla að þakka henni Sólveigu Ólafsdóttur sem er starfsmaður menningarstefnunnar fyrir að vera á kantinum og fylgjast með og sjá til þess að allt gangi upp. Ég minni á að nýsköpun, það verður næsta pallborð sem er þriðjudaginn 7. apríl næstkomandi og ef þar verið að fjalla störf, hinnu skapandi störf og menningartengda atvinnugreinar, þannig að þeir sem eru áhugasamir endilega fylgjast með því. En þið kæra pallborð, ég þakka ykkur bara kærlega fyrir að taka þátt og við sjáumst vonandi einhvern tímann í eigin persónu, þú veist, á svona svokölluðum holdafundi. Það væri alveg frábært einhvern tímann. En takk fyrir okkur og verið þið sæl. Já.